Það er ekki nokkuð samfærandi tap Smáranum í dag. Hvað er að gerast þessum drengur? Hvað rennur þetta til Sandgerðinni? Ég bara Breiðablik með hörkulið og þetta svínhittu og ég held að samkvæmt sóknartölfræðinu að þau séu með skilvirkasta eða næstskilvirkasta sóknarleik í deildinni og þetta lið eins og mitt sem hefur strögglað að skora í allan vetur og að ég vissi að ef við myndum ekki ná að spila góða vörn þá myndu þau bara fara mjög illa með okkur svo eins og gerðist. Hvað var svona uppleggið fyrir þann leik? Voru það að hægja á þeim? Já, bara svona blandi. Bara auðvitað reyna að slökkva í þeirra helstu skiptum og stoppa á í transition skotunum sko. Þeir voru auðvitað bara rúðlaus og skutu og hittu og það bara gekk illa að stoppa og þá svona kannski voru svona farin að pirra okkur og vorum að missa menn fyrir aftan okkur og vorum ekki að stíga út og svona gleymdust þessi hluti bara. Nú hafa þínir drengir eða svona hópurinn hefur gengið gegnum svona ákveðin öldudal núna, það sem af tímabili, en eru konur með atvinnumenn í liðið og svona, hvernig líst þér á þennan hópsjúk með núna? Bara ljómandi vel, bara gaman að spila, þú veist. Fullt mannaður, ekki fullt mannaður, alltaf 5 inna og þú veist, við höfum ekkert verið að væla yfir því að við vantaði einhverja atvinnumenn eða eitthvað svoleiðis. Bara stærri svona byrðar lenda á öðrum leikmönnum sem bara líka fer í reynslubankan. Þannig og annars bara líst mér bara vel á þessa stráka sem við vorum að fá í liðið þá Jeremy og Reggie og þetta eru hörku leikmenn og við höfum bara eftir að vera betri, við slípumst aðeins betur til. Og því ég vissi að þetta er alltaf erfitt kannski svona fyrsti leikurinn sko. En það er heldur betur prófið sem lagt fyrir ykkur í næstu umferð, það eru Valur í næstu umferð. Já og það er okkur líði ekki betur á heimavelli og fyrsti sigurinn kom ekki akkurat á heimavelli. Staðfest. Það er staðfest. Takk.